Þótt íshellaferðir að sumarlagi séu taldar varasamar er lítið eftirlit með þeim. Prófessor í jarðeðlisfræði segir slíkar ferðir óásættanlegar. Indland og Kína virtust færast nær samstarfsátt eftir áralangar deilur á ráðstefnu í Kína í dag. Forsetar Rússlands og Belarús voru meðal gesta. Formaður Vinstri grænna segir flokkinn enn eiga erindi þrátt fyrir að hafa dottið út á þingi. Komandi sveitarstjórnarkosningar verði prófsteinn á flokkinn. Óvissa er stöðu barna á flótta og mannúðarsamtök hafa áhyggjur af afdrifum þeirra eftir að málaflokkurinn fór til Vinnumálastofnunar. Það er ekkert mál að vera vegan á Íslandi, sögðu matgæðingar sem gætu sér á sveppa svartbaunabuffi, fylltu maís hálfmánum og öðru góðgæti á grænkerahátíð í dag. Gott kvöld. Við erum seinna á ferðinni í kvöld vegna leiks Íslands og Póllands á EM karla í körfubolta. Honum lauk með tapi Íslands. En við byrjum á þessu. Það er óásættanlegt að farið sé í náttúrulega íshella á sumrin, segir prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands. Ferðaþjónustufyrirtæki sjá sjálfum að meta öryggi í hellunum. Ár er síðan banaslys varð í íshellaferð á Breiðamerkurjökli. Samkvæmt áhættumati fyrir Vatnajökulsþjóðgarð frá 2017 er ekki talið óhætt að fara inn í íshella frá maí og fram í október. Eftir banaslysið í fyrra voru íshellaferðir bannaðar í þjóðgarðinum að sumarlagi en annars staðar eru þær leyfilegar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, var einn af þeim sem vann áhættumatið fyrir 8 árum. Hann segir ferðir í náttúrulega íshella alls ekki öruggara sumarlagi þar sem hellarnir taki stöðugum breytingum. Bæði vegna þessar almennu hættu sem að miklu bráðnar sem verður í ísnum á sumrin. En ekki síður vegna þess að þetta er svo virkt svæði og þetta hafa koma einstaka sinnum mjög snögg jökulhlaup sem hefur reynst mjög erfitt að sjá fyrir eða átta sig á að sé að byrja. Og ef að það gerðist meðan að það veri íshellaferðir og fólk í íshellin þá gæti bara komið bara vatnshlaup inn í hellin. Það er bara alls ekki ásættanlegt að það séu íshellaferðir á svæði á sumrin eins og Kötlujökul. Fyrirtæki sem bjóða upp á íshellaferðir þurfa samkvæmt lögum að gera öryggisáætlun sem þarf að fá samþykki hjá Ferðamálastofu áður en lagt er af stað. Það er svo í höndum fyrirtækjanna að uppfylla staðlana og meta öryggi í hellunum. Skýtur það ekki svolítið skökku við að fyrirtækin sem að sjálf vera að selja ferðirnar, þau séu líka meta öryggi hellana á sumrin? Það er erfitt að segja, þetta er náttúrulega bara svo aðferð sem að viðgengst á Íslandi. En telur það þyrfti að fá þriðja aðila í svona athuganir? Það væri kostur, það er klárlega kostur að fá þriðja aðila þá til þess að yfirfara og skoða hvort það sé verið að fara eftir þeim reglum sem menn setja sér. Dagbjartur segir slys í skipulögðum ferðum fátíð á Íslandi og fyrirtækin fylgi öryggistölum vel eftir. En það er samt ekki ástæða til að gefa afslátt. Út í heim. Eftir áralangar deilur virðast kínversk og indversk stjórnvöld stefna í átt að auknu samstarfi. Leiðtogar fjölmargra Asíuríkja komu saman á ráðstefnu í Kína í dag sem þykir þó vera lítið annað en táknrænt. Shanghai samstarfsvettvangurinn, skammstafað SCO, hefur í 20 ára sögu sinni sjaldan borið mikinn ávöxt. Þetta táknræna samstarf Asíuríkja og Rússlands og Belarús er langt minna skipulagðara en til dæmis NATO með öllum sínum strúktúr, þótt Kínverjar og Rússar vilji sumir meina að þessi tvö bandalög séu af sama meiði. Kínversk stjórnvöld vilja með leiðtogafundi SCO í hafnarborginni Tinjian í dag sýna út á við að Kína leiðið samstarf ríkja í þessum heimshluta. Forsetar Rússlands, Belarús, Tyrklands og Írans voru á meðal gesta. Til tíðinda dró þegar forseti Kína og forsætisráðherra Indlands settust niður til fundar nokkuð kumpánlegir báðir tveir. Þessi tvö fjölmennustu ríki heims hafa verið allt annað en vinir síðustu ár, en nú virðist það vera að breytast. दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं.
Undir þetta tók Xi, forseti Kína, sem sagði að Indland og Kína ættu að vera bandamenn, ekki andstæðingar. Indland virðist snúa sér í auknum mæli í austurátt. Ríkið kaupir olíu frá Rússlandi og vill aukið samstarfið Kína. Kannski ekki síst nú þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti setti á tuga prósenta tolla á Indland sem flytur mikið út til Bandaríkjana, meðal annars vegna kaupa á rússneskri olíu. Byrjumst vel með ykkur því að það vantaði texta þarna. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, hann sagði að hagur 2,8 milljarða manna í Indlandi og Kína væru samtvinnaður og beintengdur samstarfi þessara tveggja leiðtoga. Byrjumst vel með ykkur þessu. En förum hingað heim. 20 starfsmönnum flugfélagsins Play hefur verið sagt upp. Upplýsingafulltrúi félagsins staðfestir að til uppsagna hafi komið fyrir mánaðamót og taki til starfsmanna í flestum deildum. Verið að fækka farþegaflugvélum í áætlunarflugi frá Íslandi úr 10 í 4 og því hafi verið gripið til uppsagna. 6 vélar verða í leiguverkefnum í Evrópu frá hausti. Starfsemi fyrirtækisins í Litáen og á Möltu verður efld og dregið verður úr starfsemi hér á landi. Í dag eru 10 ár síðan Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands, lét fleyg orð falla og bauð hælisleitendur frá Miðausturlöndum velkomna og fólk streymdi að, Þjóðverjum ýmist til ánægju eða ama og uppspruttu bæði fjölmenningarleg samfélög og harðlínu stjórnmálaöfl. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Við getum þetta. Í því kristallaði þáverandi kanslari stefnu Þýskalands í hælisleitendamálum og setti mark sitt á framtíð Þjóðverja sem enn gætir í dag. En hvernig tókst til? Gátu Þjóðverjar það? 1,2 milljónir manna sóttu hæli í Þýskalandi árin 2015 og 16, langflestir frá stríðshrjáðum löndum, Sýrlandi, Írak og Afganistan. Ekkert ríki Evrópusambandsins hefur tekið við fleiri hælisleitendum. Vel innan við 1 milljón þeirra eru orðnir þýskir ríkisborgarar og þýsku kunnáttu þykir ábótavant. Ríflega helmingur sem sóttu hæli fyrir áratug sagðist hafa fengið hlýjar móttökur, en 7 árum síðar sýndu kannanir að hlutfallið hafði lækkað til muna. Eftir innrás Rússa í Úkraínu 2022 kom svo önnur bylgja og í dag hafa á 4 milljón manna sest að í Þýskalandi. Minni hluti Þjóðverjar vildi árið 2015 taka við færri hælisleitendum. Það hefur þó breyst og í dag vilja 68% Þjóðverja ekki taka við fleirum. Það helst í hendur við fylgisaukningu harðlínu hægriflokksins Alternativ für Deutschland, AfD, sem breyttist á 10 árum úr smáflokki í ráðandi afl í þýskum stjórnmálum. Kanslari Þýskalands, Friedrich Merz, hefur sagt að stefna flokkssystur hans og fyrrum mótherja innan kristilegra demokrata hafi augljóslega ekki gengið upp. En hvað finnst henni sjálfri? Und jetzt waren die Optionen ja, nehmen wir sie auf oder versuchen wir etwas, was meiner Meinung nach auch gar nicht geklappt hätte, sie vielleicht mit Wasserwerfern oder gewaltmäßig wegzudrängen und das wäre überhaupt keine Möglichkeit für mich gewesen. Dazu hätte ich mich nie bereit erklärt. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, velkomin. Þessi stefna Merkels, hvaða áhrif hafði hún eiginlega á Þjóðverja og bara þýsk stjórnmál sömuleiðis? Þetta var náttúrulega bara algjör ögur stund í bara sögu Evrópu. Það höfðu öll lönd hann í kring nánast klosslokað. Það var gríðarlegur straumur á stuttum tíma út úr Sýrlandi og það stóðu eiginlega bara 2 lönd opin. Það var annars vegar Þýskaland og hins vegar Svíþjóð. Og Merkel leit svo á að svona sagan stæði þannig upp á Þjóðverja, bara í ljósi seinni heimsstyrjaldarinnar og þess áttar að nú væri komið að Þjóðverjum að sýna mátt sinn og megin og taka þá við þessu fólki. Og sagan hefur svona dæmt þetta með misjöfnum hætti. Það voru þetta vandræðin voru þau að það fóru allir til Þýskalands, þannig að þetta var svo óbáslega margt fólk sem þarna kom. Og það hefur bara reynst bara töluvert stór biti að laga þetta fólk inn í samfélagið, koma því í vinnu og svo framvegis. Og síðan hafa náttúrulega mörgum fundist þetta bara hafa verið allt og mikið álag, breytt Þýskalandi og mikið og þetta var þetta til þess að valkostur fyrir Þýskaland náði miklu flugi og þetta skilgreindi algjörlega líka tíð Angelu Merkel. Þannig að það svona menn líta á þetta misjöfnum augum. En nú 10 ár síðan, það mikið vatn runnið til sjávar síðan. Eru Vesturlönd að verða
tortryggnari í garð hælisleitenda og hvað segir þá samfélag okkar á Vesturlöndum? Já, það alveg kristalskýrt að svona andúð í garð aðkomu fólks hælisleitenda sérstaklega hefur aukist mjög mikið, en það fer svona allt eftir hvaðan þeir koma. Því að við stöldrum núna við þessa tíð í Sýrlandi og það talin þessi stóra mikla stund, bara hrein sögukvörf í rauninni í stjórnmálum Evrópu. En það eru fleiri sem hafa komið, fleiri flóttamenn sem kom út úr Úkraínu heldur en frá Sýrlandi og Þjóðverjar hafa tekið við jafnmörgum Úkrænumönnum og þeir tóku við frá Sýrlandi og önnur Evrópuríki hafa tekið við þeim, þannig að það ekki fjöldi manna á flótta sem að virðist ráða viðhorfunum kannski öllu heldur hvaðan þeir koma. Og það líka, þetta menningarlegt mál, það ásýndarmunur á flóttafólki frá Mið-Austurlöndum annars vegar og Úkraínu hins vegar og það ræður auðvitað bara mjög miklu þetta, þannig að já, þessi svona nativismi, upprunahyggja, hún ræður auðvitað miklu afstöðuna til flóttamanna en ekki endilega tala þeirra. Eiríkur Bergmann, þakka kærlega fyrir að koma og ræða þetta við okkur. Við ætlum að halda okkur í pólitíkinni en fara hingað heim því það hugur í Vinstri grænum fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor, segir formaður flokksins. Hún segir samstarf við aðra vinstri flokka velkomin til greina en engar formlegar viðræður séu þó hafnar. Kæru félagar, kæru vinir, ég held að við finnum öll að eitthvað að breytast. Svona hófst ræða formanns VG á flokksráðsfundi sem haldinn var í Borgarnesi í dag. Það voru 100 fulltrúar alls staðar að af landinu og komandi sveitarstjórnarkosningar voru á dagskrá. Við erum hér eftir sem hingað til algjörlega klára því að við eigum fullt erindi og fyrir fundinum liggur raunar tillaga sem það að hvetja svæðisfélögin til að undirbúa kosningar í nafni VG eða með öðrum. Eru þið í einhverju samtala við aðra flokka? Fólk mikið að tala saman nú stundir og ég verð mikið vör við það að fólk að tala saman í grasrótum flokkana og það hefur ekki tekið á sig neina formlega mynd. En það mikilvægt að kjósendur hafi valkostin á kjörseðlinum að geta kosið til vinstri og geta kosið grænt. Þú sagðir í ræðunni að sveitarstjórnarkosningarnar væru nokkurs konar prófsteinn á VG. Hvernig þá? Já, það bara skiptir mjög miklu máli. Núna staða okkar þannig að við erum utan þings og við finnum fyrir því. Fari svo að kjósendur séu ekki samanleikur að þið erindi VG þá fyrir bí? Við ætlum ekki að stilla okkur einu sinni inn á þá spurningu núna. En áherslur ykkar á stefnumál, höfðu þið ekki til kjósenda að síðustu alþingiskosningum? Erum við að fara að sjá áherslubreytingar? Erum við að fara að sjá nýtt VG fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar? VG alltaf nýtt. 49 milljónir barna voru á flótta í heiminum undir lok síðasta árs, flest frá Súdan, Myanmar, Gaza, Kongo og Afganistan. Það þreföldun frá árinu 2010. Ástæðan meðal annars aukin átök og minni framlög ríkja til þróunarsamvinnu og neyðaraðstoðar. Ísland hefur fundið fyrir þessari fjölgun, því 2500 börn á flótta hafa fengið hér dvalarleyfi síðustu 8 ár. Hadia frá Kabul í Afganistan. Hún veit hvernig það að vera barn á flótta, því hún flúði Afganistan ásamt fjölskyldu sinni þegar talibanar náðu völdum. Það var erfitt að yfirgefa heimili sitt í óvissu framtíðina. Og pappi mín hringdi mamma mín að talibanirnir kemur til Afganistan og taka yfirvöld landi. Og það var mjög sjokk, mjög skrítið frétt sem við erum heyrt. En þá eftir það, við fórum ekki úti, við vorum heima bara til 10 daga og við reyndum að fara 3 svar í flugvélnum til að koma einhver stað. Skiptir engum máli hvar, bara fara í burtu frá Afganistan. Fjölskyldunni tókst að lokum að flýja til Katar. Þaðan fóru þau til Ítalíu og svo Kosovo, þar sem þeim bauðst að flytja til Íslands sem flóttamenn. Þú fari í annan stað og byrja allt lífi og allt frá byrjun. Það svo erfitt. Nýtt tungumál, nýtt samfélag, nýtt fólk.
En ég ánægð sko að vera á Íslandi núna. Minnstakosti við erum öruggt. Hadia ákvað strax að læra íslensku og hún stundar nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Í byrjun allt erfitt. Ef þú vilt að gera eitthvað í framtíðinni, ef þú vilt að fá eitthvað árangri í framtíðinni, þú þarf að gera mikið núna í byrjun til að fá eitthvað í framtíðinni. En vonandi gengur vel hjá mér og gera framtíðina betur. Börn á flótta á Íslandi búa oft við gjör ólíkar aðstæður og staða þeirra fer eftir því hvernig þau eru skilgreind í kerfinu. Við erum í rauninu svona kannski þess að 3 hópa flóttabarna. Það hópurinn sem fær umsóknina sína samþykkta og fer þá bara inn í kerfið, íslenska kerfið. Það umsækjendur sem í rauninni ekki búin að fá höfnun eða samþykkt og það hópur sem við höfum gríðarlegar áhyggjur af núna af því að við erum hrædd að það verði ekki samfella í þjónustu við þau. Og svo 3. hópurinn sem er búin að fá synjun eða höfnun á umsókninni sinni eða einhverjum ástæðum fellur utan þessara kerfa. Og það hópur sem er í rauninni engri þjónustu og þar eru börn sem ekki í skólakerfinu, fólk sem á ekki heimili og fellur utan kerfana. Og náttúrulega hópur sem við höfum gríðarlega miklar áhyggjur af. Ísland hefur lögfest barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stjórnvöldum ber því að tryggja réttindi allra barna óháð uppruna þeirra eða stöðu. Og mannréttindi þeirra eru að fá velferðarþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun og að tryggja öryggi þeirra. Þannig að í öllum ákvörðunum stjórnvalda þá þurfa þau alltaf að horfa til þessa, að horfa til áhrifana á börn og reyna að koma í veg fyrir að þau verði fyrir einhvers konar mannréttindabrotum og tryggja að þau fái þjónustuna sem þau þurfa til þess að lifa af og þroskast. Félagsmálaráðuneytið hyggst breyta móttöku flóttafólks. Samningar við sveitarfélög þjónustu við flóttafólk voru ekki endurnýjaðir og Vinnumálastofnun á að sjá móttöku og þjónustu. Mannúðarsamtök efast getu stofnunarinnar til að mæta þörfum barna sem koma úr erfiðum aðstæðum. Fyrst og fremst vegna þess að sveitarfélögin hafa alla innviði til þess að hugsa vel börn og styðja þau í gegnum þetta ferli sem getur verið mjög langt, þetta ferli að sækja alþjóðlega vernd á Íslandi. Og það þarf að hugsa ásæðlega vel þessu börn á meðan þau eru hérna og okkur ber skylda til þess. En Vinnumálastofnun stofnun, hún ekki sveitarfélag og hefur ekki sama aðgengi að þessum innviðum, þessari hjálp við að taka á móti fólki. Hvað myndirðu vilja sjá að stjórnvöld myndi gera núna? Stjórnvöld verða að virða barnasáttmálann. Við verðum að tryggja að öll börn hafi aðgang að skóla, að heilbrigðisþjónustu, að heimilum, að leik, að þau verði hluta íslensku samfélagi. Óháð því hvaða stöðu þau hafa og að það sé tryggð samfella í þjónustu við þau. Sólin lék við gesti og gangandi á Tórsplani í Hafnarfirði í dag á árlegri veganhátíð sem fer að sögn skipuleggjanda stækkandi með hverju árinu. Þið eru mætt hérna á Vegan Festival. Hvað voruð það að fá? Herðu, við fengum okkur Ellustínu ostaköku og fórum líka aðeins í Blönduna, fórum í Loving Hut og hvað var það fleira? Ungverska staðinn, hann var ræði verðið með. Og kólumbíska. Og kólumbíska líka. Eru þið vegan? Já, við erum öll hérna vegan. Og það ekkert erfitt að vera vegan? Alls ekki hérna á Íslandi, en það aðeins öðru sem þegar maður fer á Austurskagann til dæmis og þá ég að tala um Evrópu og fleiri svona lönd en já. Á Íslandi ekkert mál. Ég með eitthvað frá Mamma sem heitir, hvað heitir þetta? Mamma Dal, eitthvað svo leis. Kemurðu hérna hverju ári? Nei, ég hef ekki komið hingað áður. Þetta bara rosa flott hérna. Þetta í 9. sinn sem hátíðin haldin og forsvarskona segir mikilvægt að halda merki hennar á lofti. Veganismi fyrsta lagi ekki til þess að hræddur við
og við viljum sýna henni fallegu og jákvæðu ljósi af því að ekki bara núna en veganismi á oft undir högg að sækja frá bara svona alls konar hópum í samfélaginu. Þannig að eins og við sér hérna það ekkert nema ást, gleði og sko velvild og góður matur sem mjög mikilvægt. Það ekki bara salat, svo það sé á hreinu. Ég hef orðið vör við mikla vakningu og sko þetta bara allt annar heimur en frá því að ég byrjaði. Fyrir hvað? Ég hef ekki borðað dýr núna síðan 8. janúar 1993. Þannig að það komið svolítið tími síðan og það mikil breyting. Ég held að í fyrra vorum við að tala 800 manns, svona 80.000 og ég get ekki séð að sé neitt færi núna. Það klárast allur maturinn, mér sýnist alveg stefni í það að það verði lítið eftir hérna í lok dags. Þannig að ég meina já, þetta fer bara sístækkandi sko og ég hef stóra drauma. Skulum við skoða veðurspána. Til morguns verða ekki miklar breytingar á veðri. Vindur úr norðaustri með rigningu eða súld austan til og með norðurströndinni. Víða léttskýjað sunnan og vestanlands en þó eru það líkur á síðdegis skúrum. Hiti 9 til 20 stig, hlýjast sunnan til. Við förum nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir. Vek hins vegar athygli á því, það eru engar íþróttafréttir í kvöld. Umfjöllun íþróttir má finna á vefnum okkar rúv.is. En þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þótt íshellarferðir að sumarlagi séu taldar varasamar lítið eftirlit með þeim. Prófessor í jarðeðlisfræði segir slíkar ferðir óásættanlegar. Indland og Kína virtust færast nær samstarfsátt eftir áralangar deilur á ráðstefnu í Kína í dag. Forsetar Rússlands og Belarús voru meðal gesta. Formaður Vinstri grænna segir flokkinn enn eiga erindi þrátt fyrir að hafa dottið út af þingi. Komandi sveitarstjórnarkosningar verði prófsteinn á flokkinn. Óvissa stöðu barna á flótta og mannúðarsamtök hafa áhyggjur af afdrifum þeirra eftir að málaflokkurinn fór til Vinnumálastofnunar. Þá koma lokum hjá okkur í kvöld. Verum á öðrum tíma, réttum tíma á morgun en kveðjum ykkur að þessu sinni með myndum frá heimum og himingeimum sem samkoma búninga áhugafólks sem miða því að kynna og upphefja jákvæða og þroskandi leikhegðun fyrir fólk á öllum aldri. Viðburðurinn var í bókasafninu í Hafnarfirði alla helgina og þar mátti sjá vélmennaveiðar, bardagasýningar, K-pop danssýningu og risabrúður. Stefán Jón Ingvarsson leit þar við og tók þessar myndir. Takk kærlega fyrir samfélginu í dag. Verið sæl.